Stjörnuodda draumur. Þórður hét maður bjó í Múla norður í Reykjardal. Þar var á vist með honum sá maður Oddi hét og var Helgason. Hann var kallaður Stjörnuoddi. Hann var rímkæn maður, svo að engin maður var hans maki, honum samtíða á öllu Íslandi og að mörgu var hann annars vitr. Ekki var hann skáld né kvæðin. Þess ok einkum getið hans ráð að það höfðu menn fyrir satt að hann lygi aldrei ef hann vissi satt að segja og að öllu var hann ráðvandur kallaður og tryggðar maður mesti. Félítil var hann og ekki mikil verkmaður. Frá því að segja að þennan mann Odda gerðist undarlegur atburður. Hann fór heiman út til Flateyjar Þórður húsbóndi hans sendi hann þessa ferð á vit fiska og eigi annars getið en þeim fórst vel til eyjarinnar. Þar var hann í góðum beina. Ekki frá því sagt hver þar bjó, en frá því að segja að kveldið menn fóru í rekkju var vel búið Odda og hæglega, en við það Oddi var farmáður og veitr, hólegur umbúnaður, þá sofnar hann brátt og dreymdi hann þegar að hann þóttist staddur vera heima í Múla og svá þótti honum sem þar væri kominn maður til gistingar og þótti honum sem menn færi í rekkju kveldið, þótti honum gesturinn vera beðinn skemmtanar, en hann tók til og sagði sögu og hóf á þessa leið. Annar kapítuli. Hróðbjartur hefur konungur heitið, hann réð austr fyrir Gautlandi, hann var kvangaður maður, Hildiguður hét kona hans, þau áttu sér son barna Geirviður nefndur. Hann var snemma væn og vitmikil og að öllum hlutum mannaður umfram sína jafnaldra, en barn var hann að aldrei sagan gerðist. Frá því að segja að konungurinn Hróðbjartur hafði sett hann til landstjórnar yfir þriðjung ríkis síns jarl þann Hjörvarður hét. Hann var ok kvangaður og hét kona hans Hjörguður. Þau áttu eina dóttur barna, sú hét Hléguður. Frá henni svo sagt að hún var ólát í æsku sinni og var ávallt því ódæli sem hún var eldri. Það var ok sagt að hún vildi ekki kvenna sig fáa í sínu athæfi. Það var hennar venja jafnan að hún gekk í herklæðum og vopnum og ef hana skildi á við menn, þá veitti hún þeim annað hvort, áverkastóra eða líflát þegar henni líkaði eigi. En við hennar ójafnað þá þótti Hjörvarði jarli föður hennar eigi mega við sæma hennar vandræði og sagði henni þá ljóslega að hann myndi eigi þann veg lengur láta fram fara og hvað henni eigi hlýða myndu nema batnaði nökkurs háttar. Eða ellegar far í brott sem skjótast úr minni hirð. En þegar Hléguður jarlsdóttir verður þessa áhersla af feður sínum að hann vildi hana láta í burt fara af sinni hirð, þá svarar hún því máli svá að hún hvað sig þar ekki dvelja og beitti hún þá föður sinn að hann skildi fá henni langskip alls skipuð bæði að mönnum og herklæðum og búa að öllu sem best með góðum liðskosti, sá að henni þætti vel skipuð og ef svá væri gert sem hún beitti hér þetta mál, þá taldi hún sér mundu vel líka, þótt hún færi í braut við svá búið. Hjörvarður jarl vildi gerna þetta til vinna að hún kæmist á braut sem skjótast, því að honum þótti sem var mikil vandræði af standa hennar ráði. Síðan lét hann búa að öllu 3 langskip sem best, en þegar þetta lið var búið þá fer Hléguður jarlsdóttir úr landi með þessu liði og lagðist síðan í hernað og víking og aflaði sér fjár og frama. Svá sagt að hún kom eigi í land meðan faðir hennar lifði. En í annan stað þar til að taka sögunar
að þá Geirviður, sonur Hróðbjarts konungs, var 8 vetra gamall, tók Hróðbjartur konungur sótt og verður það til lítil frásaga því að sóttin leiðir svo til lands að konungurinn andast. Það þótti öllum hans ástvinum og virkðamönnum mesti skaði sem var að missa slíks höfðingja og þar út í frá öllu landsfólkinu. Síðan var fengið að virðulegri veislu og þar til boðið öllum ríkustum mönnum og bestum höfðingjum í váru landinu. Þar með var og til boðið hverju manni þeim veisluna vildi sækja, bæði innanlands og utan, sá að engi skildi þar óboðið koma, en síðan þessi veisla var samansett með því fjölmenni þangað sótti, þá var þar drukkið eftir Hróðbjart konung með miklum veg og sóma. Sá sem byrjaði hans tign og sómasamlegri virðingu, en erfinu var lokið, þá var konungurinn heygður að fornum síð eftir því sem þá var tíska til við göfgamenn. 3. kapítuli. Nú svá að segja að eftir þessi miklu tíðindi þar í landi höfðu gerst, þá sýndist það öllum vitrustum mönnum og bestum vinum konungsins að taka annan mann til konungs og landstjórnar í stað þvílíks höfðingja sem þá var við vist. En sá var mikil ástúð öllum landsmönnum á Hróðbjarti konungi meðan hann lifði að menn vildu ekki annað en velja Geirvið, son hans, til konungs og láta eigi konungdóminn ganga á hans ætt. Þótt Geirviður væri ungur að aldri eða hann þætti þá enn lít til landráða fallinn í þann tíma, vildi þó allt landsfólkið til þessa hætta með umsjá drottningar, móður hans, með því að hún var vitrasta kona og vel að sér í alla staði, en svá fór fram hríð að svá ungur maður skildi höfðingi vera og stjórna mörgu fólki sem Geirviður var, þá gerðist brátt landsstjórnin lítil sem líklegt var. Það gerðist og að hirðin fátkaðist fyrir því að margir váru þeir af hans hirðmönnum að aðra lögðu fyrir sig. Sumir lögðust í víking, aðrir réðust í kaupferðir til ýmissa landa. Nú með því að á þessu þótti mikill mein sem nú var frásagt, þá gerðust þó mörg önnur óhægindi í ríki þessa eins unga konungs. Þess við getið í sögunni að ylvirkjar 2 lögðust út á skóð Jöruskógur heitir. Það var í ríki þessa eins unga manns. Þessir víkingar drápu menn til fjár sér og váru nálega berserkir. Annar þeirra hét Garpr, en annar Gnýr. Svá sagt að mönnum hlýtti aldrei fám að fara saman. Jaftan váru menn vanir að fara á skóginn með fjölmenni að leita ylvirkjana og gráða þá af. En þeir urðu aldrei hittir, þó að þeirra væri leita farið með fjölmenni. Slíku fer fram til þess Geirviður konungur 12 vetra. Og þá hann var svá aldurs kominn, þá var hann svá mikil maður vexti og sterkur að afli, sem þeir menn margir sem fullkomnir váru að aldri og atgerfi nálega, eftir því sem þeir best váru á sig komnir fyrir allra hluta sakir. Það var eitthvert sinn, þá Geirviður konungur satt yfir borðum með allri hirð sinni, þá tók hann til orða og mælti svá. Nú sá sem yður kunnugt, öllum mínum mönnum að ég hefi ungur verið hér til að aldri, og svá hefi ég haft litla orku, og því hefur af mér staðið lítil stjórn í ríkinu. Hefi ég það og oft heyrt sem ván að. Má það og eigi mjög undrast þó að hér til hafi af mér lítil stjórn staðið fyrir sakir æsku minnar. En þó ég nú svá aldurs kominn að mér nú mál að reyna mig og vita ef að nokkurt vili mitt ráð þroskast og meir hefjast en áður þar sem ég nú orðinn maður 12 vetra gamal. Og margir ekki betr mannaðir á mínum aldri, nú vil ég og því lýsa fyrir öllum yður, mínum þegnum og virknavinum að ég ætla mér að fara til móts við berserkina, þá Garp og Gnýr liggja á Jöruskógi og gera þær mörg ylvirki. Ætla ég og til þess að koma eigi aftur svá að þeir sé á lífi
og skal ég þá yfirkoma eða þeir mig ella. En Geirröður konungur hafði þetta mælt, þá svarar fyrst máli hans drottningin, móðir hans, og þar með allir hans bestu menn, og mæltu nálega allir sem eins manns munni, og báðu konung fara fjölmennan á fund stigamannanna og með miklum viðbúnaði ef hann vildi fara. Geirröður konungur svarar, hugsað hef ég þetta mál áður nökkurt fyrir mér en ég kvæða upp, og sýnist mér á þá leið sem í þessari ferð megi mér þá engi frammi kaupast, þótt ég fá nátt berserkjunum, enda leita ég þeirra með miklu liði alvopnaðu, en það þá nökkur svívirðing ef þeir fást á eigi og koma ég við það aftur, og verður þá ósnöfurmannlega minnar handar ef sá tekst. Nú hefi ég hina leið ætlat ferðina að fara með annan mann á þeirra fund, og mun þá skipta gæfa með oss hver þá skal verða var skilnaður. Má þá og verða ef vil að nökkur sá fremd fylgi ferðinni, skal nú og á það ráð hætta hversu sem til vil takast. Nú og fyrir því uppborið þetta mál fyrir yður, að ég vil nú vita hver fúsastur til þessar ferðar með mér, og nú það ráð að nökkur vakni við sá til vil ráðast, og svari sá nú mínu máli, enda skulu þér það vita hér með, að nú þetta mál fullgert fyrir mína hönd, að ég vil þó fara þessa ferð, þótt ég fara eins saman og verði engi til að fylgja mér. En við þessi ummæli konungs þá það sagt, að drottning sjálf fyrst að upphafi latti á alla vega þessar ferðar og sagði sem var allbráðlega stofnað, þar sem við heljar menn var að eiga ylviskarnir váru. Sá mikill sem þar var í ábyrgð, en konungurinn var sjálf því að öllum þótti viss ván að hann myndi látast fyrir þeim og fá minna hlut í þeirra skiptum, og ef svo yrði sem líklegt myndi þykja fyrir sakir æsku konungs þeirra en harðfengi berserkjana. Allir vinir konungs lögðu ákaflega fararinnar og þótti konungur útseldur ef hann færi við annan mann. Konungur svarar að ekki myndi tjóa að letja hann, og allir skildu að konungur myndi eigi letjast láta, þá verður til og svarar máli konungs sá Dagfinnur hét. Hann var hirmaður konungs og konungs skáld. Herra, segir hann, engan mann veit ég þér meiri sæmd eiga að launa í alla staði en mig, ég og því skildari að skiljast aldrei við þig, þú ert í meira háska staddur ef þér vilið þykja mitt föruneyti og fylgð, og ég til þessar farar albúin þegar þér vilið. 4. kapítuli. En þegar þessi maður Dagfinnur var nefndur í sögunni, þá frá því að segja að mjög undarlegt að þá brá því við í drauminum Odda, að hann Oddi sjálfur þóttist vera þessi maður Dagfinnur, en gesturinn sá söguna sagði nú ór sögunni og drauminum, en þá þóttist hann sjálfur sjá og vita allt það hérðan af í drauminum. En nú síðan drauminn sá að segja að sem honum þótti sjálfum fyrir sig bera Odda, þá þóttist hann vera Dagfinnur og ráðast í ferðina með konunginum Geirröði. En þeir váru albúnir, þá riðu þeir tveir saman með vopnum sínum til þess þeir komu á Jöruskóg, þangað sem ylvirkjana var ván, en þar var svá við vaxið að gata var breið skóginn, og þeir komu mjög langt í skóginn, þá þess getið að þar var fyrir þeim hól ein mjög hár. Hann var brattur öllum megin, síðan gengu þeir upp á hólinn og vildu þaðan sjást og vita hverra tíðinda þeir mætti vissir verða. Margt smágrjót var á hóli þessum, þaðan sá þeir víða. Þeir geta að líta hvar ganga til menn, þeir váru miklir vexti og gengu þegar þangað að hólinum sem þeir konungur stóðu. Þessir menn váru báðir vel vopnaðir, en þegar þeir konungur og Dagfinnur sá þessa menn, þá þóttust þeir vita að þar váru þeir komnir Garpr og Gnýr. Þá mælti Dagfinnur, Herra, ég vil yður kunnugt gera að ég eigi mjög vanur vopnaskipti,
vatnaskipti og kann ég lít að treysta hug mínum né váttfimi. Nú vil ég að þér kjósið þá kosti, hvort þér viljið heldur að ég ráðist mót berserkjunum með þér eða viltu að ég sjá til yðvarar sameignar af hólinum og kunna ég frá að segja öðrum mönnum. Konungur svarar, ef þér lér nökkurt tveggja huga þetta mál, þá þykir mér einsætt að þú sér hér á hólinum og sjáir hérðan til sameignar og komir eigi nær við vátnaskipti. Dagfinnur tekur það ráð sem konungur mælti og dvaldist eftir á hólinum og kemur hvergi nær og þykir honum það allráðlegt, en konungurinn sjálfur ræðst ofan af hólinum í móti stígamönnum. Þar kann eigi glögglega frá að segja hversu högg fóru með þeim og mun ég þar gera skjóta frásögu, því að það þar frá lyktum að segja að sá skipti hamingjan með þeim, því að konungi var lagið líf og lykka, að hann bar af báðum ylvirkjunum og létust þeir af stórum sárum konungur hafði þeim veitt. Og eftir það ylvirkjarnir váru falnir, þá gengu þeir konungur og Dagfinnur fram á götuna lengra og komu þar að farandi stígur lítill lá af þjóðbrautinni í skóginn. Þeir höfðu litla stund gengið þann litla stíg, áður brátt gerðist rjóður mjög mikill í mörkinni og stóð þar eitt hús. Það hús var hátt og rammgert og glæst og grafinn lykil í dýrigætti. Þeir luku upp húsinu og gengu þar inn. Það hús var vel innan búið og var nálega fullt af allskyns auðæfum. Þar váru þeir nóttina og skorti þar hvorki góðan drykk né dýran mat, en morguninn fara þeir heimleiðis og huldu áður hræ útilegu mannanna. En konungurinn kom heim til ríkisins, þá varð hann frægur mjög víða lönd af sínu þrekvirki og ágætum sigri, og urðu allir vinir konungsins og frændur honum fegnir, hann kom heim með göfuglegum sigri, og þóttust menn hann nálega úr helju heimt hafa sem var. 5. kapítuli. Nú eftir þennan atburð allan saman lét konungur þings kveðja og kemur þar mikill fjölmenni saman. En saman var sett þetta eitt fjölmennaþing, þá sagði konungur þar þessi miklu tíðindi, og þótti öllum þetta mesta frægð sem var, Geirröður konungur hafði eins sigur borið af slíkum kempum. Síðan bar Geirröður að menn skildi vitja til þess hús ylvirkjarnir höfðu íborið það mikla fé og skildi þar hver taka sitt fé, það mist hafði, en allir gáfu konungi upp sitt fé, það sem hver átti og sögðu það best komið að hann hefði og hváðu hann fullu kost að hafa. Síðan lét konungur sækja féitt og kastaði á sinni eigu. Eftir það lét konungur taka til húsgerðar og gerðu menn konungi haug þann hann skildi sitja á. Þá var konungur settur á stól þann stóð á hauginum og hófu menn hans svá einkum til tígnar og gáfu honum þá enn af nýju dýrar presentur og dýrkuðu hann sem þeir höfðu framast föng á. Þess við getið þar sem Dagfinnur skáld honum kom í hug að engin mundi skildari til konunginn að sæma með kvæði en sá sem hann var. Síðan gengur Dagfinnur á hauginn upp til konungsins og fell á kné fyrir hann og laut honum og kvaddi hann virðulega og sagði honum að hann hefði kvæði ort konunginn og bað að hann mundi hlýða. Konungur játti því blíðlega. Síðan tók Dagfinnur til og flutti kvæðið og var það flokkur. Og lokið var kvæðinu þá þakkar konungur vel og allir þeir við váru staddir og sögðu vel ort og svá sem sæmði tígn og virðing konungs þeirra. Og sem konungur heyrði að allir létu vel yfir og lofuðu mjög kvæðið, þá vildi hann sér láta og verða stórmannlega og launa höfðinglega og vil gefa skáldinu gullhring mikinn hann hafði á arminum, en Dagfinnur vildi eigi hringinn þiggja og sagði svo að honum var mikil aufúsa á því að hafa sóma og virðing af konunginum, en fékk kvaðst hann eigi þurfa að þiggja af honum og kallaði sig ekki skorta meðan hann héldi honum heilum, en þeir margir og aðrir þar sjá til fjárins sem þeir eruð.
Konungi líkar þetta vel. 7. kapítuli. Þessu næst að segja frá þeim tíðindum að Hjörguður, kona Hjörvarðar jarls, tók sótt hættlega og þarf þar eigi að gera mikinn orðahjaldur að þessi sótt leiðir Hjörgunni til bana. Síðan var hún erfð og útborin og gert eftir hana sem tíska var til í fornum sið eftir ríkar konur. Jarli þótti mikil skaði eftir drottning sína sem ván var og harmaði hana mjög og svá margir aðrir út í frá. Eigi höfðu liðið langir tímar áður vinir hans fýstu að hann skildi að fá sér annarar konu. Hann spurði hvar þeir sæi honum kvánfang það honum væri virðing í að fá. Þeir töldu ráðlegt að hann bæði til handa sér Hildigunnar drottningar og sögðu honum mikill uppheldi að þeim ráðahag ef hann næðist, og þetta var oft tjátt fyrir Jarli þá sýndist á þá leið því að hann var vitur maður. Síðan hefur hann upp orð sín og biður Hildigunnar drottningar sér til eiginkonu. Hún var þá enn ekki meir en fertug kona að aldri og þótti kosturinn vera merkilegsti fyrir allra hluta sakir. Og hvort sem þetta var talað lengur eða skemur, þá var það að ráði gert að drottning var gift Hjörvarði Jarli með ráði konungs sonar hennar. Síðan var fengið að virðulegri veislu og drukkið brúðhlaup Hjörvarðar jarls og Hildigunnar drottningar með miklum meg og margs konar sóma, og veislunni var lokið, þá fer hver heim til sinna heimkynna. Brátt takast þar miklar ástir í millum þeirra og samfarar þeirra sæmilegar og eigi langar áður en þau áttu dóttur, og hann var nefnd Hlaðreið. Sá sagt að samför þeirra jarls og drottningar var eigi löng þaðan í frá þau hefðu Hlaðreiði getið áður þau tíðindi gerðust að jarl tekur sótt og leiðir hún svo til lands að hann andast af þeirri sótt. Það þótti vera skaðimikil því að hann var virðulegur höfðingi. Eftir þessi tíðindi setti Geirröður konungur sína menn yfir ríkið, það jarl hafði átt og eignaði sér. Þessi tíðindi spyrjast víða sem ván var fráfall þvílíks höfðingja. Þar kemur að þessi tíðindi koma fyrir Hlégunni, dóttur Hjörvarðar jarls, að faðir hennar andaður þar sem hún í hernaði og brýtur undir sig víkinga. Bregður henni sváðu tíðindin að hún snýr öllu sínu liði til Gautlands og herjar þar. Og svá kemur því máli að hún lagði undir sig allt það ríki átt hafði faðir hennar. Síðan sendir hún menn á fund Geirröðar konungs og bað svá segja honum sín orð, að hann skildi annað hvort gera, að unna henni háls ríkis og landráða við sjálfan sig, eða ella skildi hann búa sig og sína menn og koma til móts við hana með sinn her í sundþau heita Síldasund og berjast við hana þar, og hefði það þeirra sigur og gagn meiri gæfu stýrði. 7. kapítuli. Nú þar til að taka að sendimenn fóru þeir Hléguður sendi. Það váru skjaldmeyjar, þær fóru á konungsfund og báru upp sín erindi fyrir konungin. Og hann heyrði kostabóð Hlégunnar, þá svarar hann skjótt á þessa leið: því skjótara skal kjósa sem kostir ójafnari, og vil ég miklu heldur berjast við hana en láta ríki mitt fyrir ágangi hennar. Sendimenn fóru aftur á fund Hlégunnar og segja henni til sá búins, og líkaði henni þeirra för forkunnlega vel. Nú það að segja að Geirröður konungur safnar herlið allt sitt ríki, og skal hver maður fara í þessa herför skildima valda eða skafti skjóta. Þess við að geta að höfði sá gekk einum megin hjá sundunum hofshöfði heitir, og skildi þar hittast lið konungsins allt við höfðan. En Geirröður konungur var albúinn, þá leiddi hann alþýðu til skips. Þar var í ferð með konungi Dagfinnur skáld, en í ofangöngunni til skipanna þá varð sá atburður geta verður þó að lítils vægi stykki vera, að losnaði skóðfengur Dagfinns skálds, og síðan bindur hann þvenginn, og þá vaknaði hann og var þá Oddi sem ván var en eigi Dagfinnur. Eftir þennan fyrirbur gekk Oddi út og haugði að stjörnum sem hann átti venju til jafnan, hann sá út nætur.
þá sjá mátti stjörnur. Þá minntist hann á drauminn og mundi allan nema kvæðið, þar hann þóttist ort hafa í drauminum, nema þessar vísur sem hér eru ritnar. Váru austr, í jöruskógi, barmar tveir, böls og fyldir, og til fjár fyrðar næmdu, viðmorð ráð mörgu sinni. En sá gramr gera bræðir hefur týrgjarn, tind og tjarta, og böðfræk, báða feldi, garp og ný gerviður konungur. Réðjart gjarn, auðjart skipta, Róðbjarts sonur, rekkamærði, af því féf, fyrðakindir svíkmenni safnat höfðu. Lét Gundjarf, gefna hringa, seggja æft, siklingur gauta, sá til menn höfðu allir haugstóls hengiskafla. Mundag finnr, dýra mála, viðlofsorð, lúka kvæði, njóti vel, vex og landa, gramur göfugur, gauskrar þjóðar. 8. kapítuli. En sem Oddi hafði úti verið slíka stund sem honum vel líkaði, fór hann inn í rekkju sína og sofnaði þegar, og dreymði hann það sem eitt fyrra sinn og hann hafði vaknað frá, þóttist hann þá hafa bundið skóðfengin og vera dagfinnur og skynda til skipana. Svá þótti honum í drauminum sem hann skildi vera skipstjórnarmaður, og þegar þeir váru búnir til ferðar fóru þeir með skipaflotan, til þess þeir komu við höfðan, og hittist þar allt lið konungs og lögðu síðan fram í sundin Síldasund. Þá og sagt að þar var komin hléguður skjaldmær og lá þar fyrir í sundunum með skipaflota sinn og hafði ógrynni liðs og albúin til orustu. Síðan lögðu kvárir í mót öðrum og laust saman með þeim snarpri sókn og var þar harðasti bardagi og réðst brátt mikill mannfall í hvorttveggja liði, en þó hafði eigi lengi staðið bardaginn áður en mannfallið hneig í lið konungs og hrúðust hans skip mjög. Þess og getið að hléguður varð ekki sén í orustunni daginn og hugðu menn þó djúpt af konungsmönnum og þótti það undarlegt, en slíku hafði fram farið langa hríð daginn, þá leitaðist dagfinnur með sinni list og sá hann þá hlégunni og var þá kominn á konungsskipið og var þá orðin skipan mikil á hennar hag. Honum sýndist á henni ilgjar höfuð geysi mikill og tröllslikt og biti með því höfuðin af konungsmönnum. En dagfinnur sá þessi undr, þá steig hann af því skipi hann stýrði, það lá fjarri konungsskipinu, síðan hljóp hann hvert af öðru uns hann kom á konungsskipið, en þegar hann kom á fund konungs þá sagði dagfinnur hvað títt var og hvað stór endæmi váru við. Síðan vísaði dagfinnur konungi til hvar hléguður var, að hann mætti sjá hana, en konungur fekk hana eigi séð sakir fjölkingi hennar, en hitt sá hann að menn hans féllu tugum saman. Þá bað dagfinnur konunginn sjá undir hönd sér innan vinstri, og sá gerði hann, en konungur fór svo með, þá sá hann hlégunni, síðan gengu þeir báðir saman aftan til siglu, þá hljóp konungurinn fram með brugðnu sverði, og þegar hann kemur í höggfæri við hlégunni, þá höggur hann til hennar með sverðinu, og kemur höggið á hálsinn, og hjóa hann af henni höfuðið, og fell það útbyrðis. En hún var fallin, þá bauð konungurinn kost þeim mönnum fylgt höfðu hlégunni, hvort þeir vildi heldur halda bardaga upp við hann eða ganga honum til handa. En þeir köru skjótt að ganga á konungsvald, og síðan Gerviður lagði á braut úr þeim bardaga, þá lagði hann undir sig allt landið og setur þar yfir sýslumenn og friðaði sá allt ríkið. Síðan hélt konungur heim og var í mót honum dýrtileg veisla. Eftir það var kvatt þings og var það þing alfjölmennt. Var konungurinn Gerviður settur þá enn á stól af nýju og hafiður upp á sama haug sem fyrr og nú til konungs tekinn og ríkisstjórnar yfir allt Gautland. Gekk þá annar höfðingi að öðrum upp á hauginn og gerði til konungsins veg og sóma hver eftir slíku sem framast hafði föng og færi á. Dagfinni skáldi kom það í hug að engi átti konunginum meiri virðing að launa í alla staði en hann.
Gekk hann síðan upp á hauginn og kvaddi konunginn vel og hæversklega. Konungur tók glaðlega kveðju hans. Dagfinnur sagði konunginum deili á því að hann hafði þá enn ort kvæði hann af nýju og bað að hann skyldi hlýða og kvaðst þá vilja færa kvæðið. Konungurinn svarar að hann kvaðst gjarna hlýða vilja. Tók þá Dagfinnur og klutti kvæðið og var það 30 drápa hann þóttist ort hafa. En kvæðinu var lokið, þá þakkaði konungur það alvel og dró digran gullhring af hendi sér og gaf Dagfinni að skáldskaparlaunum, en Dagfinnur vildi eigi þiggja hringinn og sagðist allt ærið hafa meðan hann heldi konunginum heilum, en Geirröður konungur lét það í ljós við Dagfinn að hann skyldi hans sóma meira gera í alla staði heldur en hvers manns annars í sínu ríki og bauð honum það að hann myndi afla honum kvánfangs og sagði svo að hann myndi þá konu fá honum til handa hann vildi helst kjósa nálega þess kostur var í því landi. Dagfinnur tók þessu máli vel sem ván var, konungurinn vildi svo mikinn gera hann sóma og svarar. Ef þetta skal allt efna af yðvari hendi við mig sem nú ummælt, þá ekki því að leyna að sá kosturinn að gjarna munda mér unna og þú átt og mest undir sjálfum þér. Konungur mælti, hver sú kona þú talar til? Dagfinnur svarar, það Hlaðreið systir þín, hún svá kvenna að mér mest hugur á að fá, ella hygg að fyrir muni farast kvánföngin. Konungur sagði að það skyldi og eigi undan draga við Dagfinn, honum þótti sinn sómi vaksa við. Hlaðreið konungssystir var þá gjafvaxta og þó ung mjög að aldri, en kvenna var hún fegst og fríðust og best að sér ger alla hluti. En hvað sem þetta mál var talað lengur eða skemur, þá ræðst það af að Hlaðreið var föstnuð Dagfinnis skáldi. Síðan var þar fengið að boði og var þar gerð veglegasta veisla í alla staði með bestum tilföngum, því að ekki vantaði til það hafa þurfti. Þar var og allt besta mannval, það í var landinu, var nú drukkið brúðhlaup þeirra með mestu sæmð og prýði. En veisluna þraut, þá fór hver til sinna heimkynna, þangað hafði sótt, en með þeim Dagfinni og Hlaðreiði tókust brátt miklar ástir og var þeirra samfór einkar góð. En svo kurteislega var komið ráðahag Dagfinns sem nú frá sagt, þá var lokið drauminum og vaknaði hann þá Oddi var raunar. 9. kapítuli. Síðan hugði Oddi at draum sinn og mundi gersamlega drauminn allan bæði fyrra og sá síðara og myndist síðan á drápuna þá hann þóttist síðar hverið hafa og mundi hann eigi fleira í kvæðinu heldur en þessar 11 vísur sem nú hér ritnar og þetta upphaf að. Geirröður ofnam greiða, gangsótt skreið og þangi, okbyr sóta beitti, barð út of lágarða og seglhættu sóttu snarpir meður úr veðri, blés við hún höfða harðan vegg of seggjum. Skeið náði þá skríða, skjót of bylgjur ljótar, fóru diggir drengir, átir mörum hlýra, þar sák frægra við fyrða, för prúðlista gjörfa, þó góðneskra gumna, Geirröður konungur þeirra. Sigldum hofs fyrir höfða, harðendur skipa ferðum, göndulgrams með landi, gott ráð var það dróttar, uns í sílda sundi, sigur göfgaðir vígrum, hjuggu horskir seggir, hjörs andskota börfa. Og skjaldmeyja skjóma, skerðendur og svo gerðu, að var færir véar í vák fyrir lágu, gátu ljónar líta, leiðangur svota breiðan, Hilmis fór hálmi, hirðsú vörn og fyrðisk. Brátt vöknuðu virðar að vígbúði þjóðar, þá hlékunar hestar, hafrastar mjög þustu, og snarráðir sóttu siklingsvinar þingat, þó gottneskra gumna Geirröður konungur þeirra, og hnygg sólar högna hríð æxti þá síðan,
blóðísunga beiðir, bragna konur af magni, en vígróða víða, varp af rómu snarpri, sjárverð var dökk af dreira, drótt þá hríðmál sótti. Svipun gerðist þar sverða, saman komu þar rómu, göndul varð fyrir grundu, grams drótt því vel sótti, Geirviður of á Geiri, Geirvaldur í hlökk þeirri, blóðár sá ekki blóði, blóðstökk of skör þjóða. Gerði hríð af hörðu, hirðsú fylgir stýrði, margur gramur af gengi, göfugur tíina jöfra, spirkat ek frægra fyrða, færið snjallari verða, þó gotneskra gumna, Geirviður konungur þeirra. Hlégunnu leit ek hingat, harðraðar ódáðir, yfð með ylgjar höfði, eiskranleg réð geisa, tröllskjafta sá ek tyggja, tönnum hold af mönnum, meðhnýtt geirum hváfta, herða sókn of gerði, annart sté ek af öðru, áta skíð of viði, uns glæsinnar gylfa, gekk með hilmis rekkum, og ek siklingi sagðak, síslu ægis geisla, hve grimhuguð gerði, gerður of víga ferði. Gramr leit hitt hvar hafði, hörn hvergi með stjörnu, höfuð á haukastofni, heiðingja sér brúðar, ásynju lét elda, örvígur konungur hníga, flóðs af fylltar meiði, frægur hinn ekki vægði. Nú döm þessum lokið, stjörnu oddak dreymði, eftir því sem hann sjálf hefur sagt, og má víst undarlegur og fáheyrður þykja þessi fyrirburður, en þó þykir flestum líklegt að hann muni það eina sagt hafa, honum hafi sváþótt verða í drauminum, því að Oddi var reiknaður bæði fróður og sannsögul, má og ekki undrast þótt kveðskapurinn sé stirður, því að í svefni var kveðið.